Hringrás vatns hvernig vatnið fer alltaf hring eftir hring, sama hringinn, en getur þó gerst á aðeins mismunandi hátt. Ef að þetta er fjall og svo er eitthvað land hérna og svo er sjórinn hér, þá gufar vatnið upp úr sjónum út af orku sem kemur frá sólinni. Safnast síðan saman upp í ský, skýin flakka nú og berast inn yfir landið. Þegar þau koma í kaldara loftslag eða ýtast upp út af fjöllum eða eitthvað álíka, þá þéttist rakinn í það meira, eða þá bara það er komið það mikill raki að droparnir eru farnir að stækka og þá á endanum falla þeir niður sem rigning. Rigningin lekur niður í ár og læki, safnast saman og endar aftur út í sjó. Hluti af vatninu fer niður í grunnvatnið, lekur ofan í jarðveginn og lekur hérna niður, en grunnvatnið lekur líka hægt og rólega út úr sjó. Það tekur bara miklu lengri tíma. Þannig að þetta er alltaf sama hringrásin. Er hún löng, er þetta langar vegalengdir, fer það ofan í jarðveginn, er það á tímabili í á eða stöðuvatni og fer svo ofan í jarðveginn eða fyrst ofan í jarðveginn og svo kemur svo upp eitthvað staðar í lind og lekur út í stóra á og skiljiði, það er alls konar samsetningar til af þessu. En þetta er alltaf sami hringurinn, það er bara spurning hversu löng leiðin er og hvaða tíma hún tekur. Sami vatnsdropinn er alltaf að fara þetta hring eftir hring, en í flestum tilfellum tekur nú hver hringur mánuði, ár eða jafnvel áratugi. Allt eftir því þetta er bara staðháttum á hverjum stað fyrir sig.